Við ætlum að vinda okkur yfir í aðra sálma því að hingað til mín í setti kominn Jón Lúðvík miðill og núna uppistandari. Þú ætlar að vera með uppistand á græna hattinum. Jú, mikið rétt, það það. Hvernig kom það til? Það gerðist þannig að ég faðir og að ala upp börnin mín bara og alltaf að tala að þú voru að sækja draumana þína, þú voru að fara eftir því sem þið langar til þess að gera og ég oft í gegnum tíðina að tala með drengirinn mína, mér langar til þess að prófa þetta og gera þetta sko. Og svo einhvern veginn rak eldri guttir þetta ofan í mig, byrju fyrir ekki. Þú ert ofta að tala að vilja vera með uppistand og tala við okkur, að hafa trú á okkur, en svo gerir þú þetta ekki. Já. Og þá einhvern veginn bara svona var ég bara étað ofan í mig og herðu, ég bara bókað dagsetningu og ég bara geri þetta. Kýlir á þetta? Vá, það geggjað. Þetta aðalega gert út af því að ég faðir. Já. Það ekki flóknað það. Nei, mér finnst þetta alveg magnað. Og þannig að þetta búið að vera draumur lengi. Já, þetta búið að vera draumur bara, já, rosalega lengi. Rosalega lengi hefur mér langað og nú þegar ég hef verið að miðla og svona með skygglýsingafundi, þá hefur fólk mikið leið og haft gaman. Já. Og þannig, ég elska þegar fólk hlær. Já, mér finnst það búið gaman. Já, og þú þekkir það. Já, ég skil það bara mjög vel. Þú tengir. Já. Þannig að ég ákvað bara, prófum þetta og í versta verðum við félagarnir að gera grín og hafa gaman, sko. Já, algjörlega. Og ertu þá búin að vera að vinna efni bara lengi? Lengi hef ég búin að taka og þegar maður vinnu hér og þar, þá hef ég verið að segja svona hinnar og þessar sögur. Þannig að atriðin í stikkunum hef ég verið að æfa í mörg ár. En svo það svo núna að setja þetta saman og ná þessu svona í eina sýningu. Já, það er snúni partur. Já, það er ekki beint snúin, en svona, þú veist, þetta Ívar Helgason, yndislegu leikari og leikstjóri, hann að sjóða þetta saman með mér. Já, frábær. Þú tekur þetta alla leikstjóra með leikstjóra. Já. Ég ætla að gera þetta almennilega og þú veist, þó að þetta sé gert í svona til þess að sýna börnunum mínum það að þú átt að hafa trú á þér og framkoma það sem þú vilt gera, að þá vil ég samt sem að gera þetta ekkert í einhverju svona amatör. Nei, þú ert að gera þetta fyrir þig líka og af því að þetta draumurinn þinn. Þetta draumurinn minn, sko. Já. Og mér langar þetta, sko. Þetta bara, þú bara svo heppinn að ná að slá 2 flugur í einu höggi með því. Það alveg satt, sko. Já. Það ótrúlega magnað. Og þú ætlar að vera þetta er 9. des. 9. des, ef að COVID leyfir, þá verður þetta, en það getur verið að senki eða þess áttar, en þetta verður. Það er bara spurning hvað COVID leyfir okkur. Já. Við bara verðum að halda í vonina að það verði einhverja tilslaganir henni í byrjun des og þannig að það verði nú hægt að kýla á þetta bara. Nákvæmlega. Og eru strákarnir ekki spenntir þá líka? Ætla þeir ekki að mæta og sjá pappa sinn? Jó, þeir ætla að mæta með tómata. Þeim fannst það kjörið að koma eru búin að safna tómatum í langa tíma, sagði þeir. Já. En ég veit það munið styðja pappa sinn að mæta og að hafa gaman. Já. Nei, frábært. Þetta er sko alvöru uppeldis aðferð, myndi ég segja. Maður þarf að reyna allar sína aðferð, ekki bara að tala. Nei. Maður þarf að framkoma og sýna í verki það sem að þú segir við börnin, verður þú að framkoma fyrir sjálfa þig. Já. Því að orðið er innantóm, framkvæmdi það sem að sýnir sannleikann. Einmitt, oft það svo satt sem ég held að verið Oscar Wilde sem sagði að það verið svo gott að gefa ráð því maður geti ekki notað þau sjálfur. En þannig þú að fara gegn því og bara þetta að sýna í verki, það sem maður predikar, sem frábært. En þetta nú ekki það eina sem þú ætlar að gera í desember, eða það sem svo stendur fyrir í desember? Nei, það náttúrulega kærleiksdagatalið sem ég er búin að vera að vinna í þetta árið, í því að við vitum það COVID-árið 2020, mjög sérstakt og við erum búin að loka okkur af og einangra okkur og rosa margir sem eiga erfitt náttúrulega fyrir COVID-árið jólin. Já. Og við leifum oft okkur ekki, margoft hugsa jólin, að hver leifum okkur ekki slökun? Hver leifum okkur ekki bara fara inn í kyrrðina, slökunina og bara njóta? Já. Þannig að ég hef verið svona síðustu ára að hugsa þetta, svo núna ákvað ég bara að láta kærleiksdagatalið verða veruleika, þar sem bara ein gjöf á dag gefin frá 16. desember fram til 24. desember upplifun. Já. Og það þannig að ef þú kemst þennan dag, að þá máttu skrá þig.
þetta bara gjöf sem gefin þennan dag. Þú getur ekki nýtt hana á morgun, þú getur ekki nýtt hana seinna. Þú nýtir hana klukkan þetta á þessum tíma þegar hún gefin. Já, ég skil, og þetta er Facebook síða. Já, þetta kærleiksstaðatalið á Facebook. Já. Og það K6 fyrirtæki hérna á Akureyri sem á Bautan og Röbb og þess að það sem að hafa hjálpað til mikið við að láta mína drauma verða veruleika og þau til dæmis kom í samstarf með mér 24. desember klukkan 6 að þá erum við með matabóð fyrir alltaf 80 manns sem að eiga lítið á milli handana eða eru einir og vilja bara félagskap og þar ég svona að skoða að fá söngvara til þess að syngja að það gera eitthvað fallegt í jólin. Já. Ég til dæmis börnin mínu verða hjá mömmu sinum jólin þannig ég hugsa bara nýtum tíman og gefum eitthvað þeim sem eru einir eða hafa lítið á milli handana og það að taka öll fyrirtæki taka þessu fagnandi, taka þessu frábælega, elska að fá að gefa, stærsti hluti vill ekki fá auglýsinguna fyrir þetta, heldur bara að fá að gefa þetta. Já. Og þetta snýst bara ekki peninga, þetta snýst bara sínum samstöðu, sínum það að við skiptum máli, þú skiptir máli, ég skiptir máli, við skiptum öll máli og peningar skiptir ekki öllu máli. Heldur það að fá að upplifa. Þú kemst á tónleika, þú kemst í nudd eða þú kemst út að borða, skilur, með viniðinum eða koninni eða þessum, skilur, að njóta, upplifa aðvendunar í sönnum kærleika. Já, skilur. Þetta ótrúlega falleg hugsjón Já. og einmitt eins og segir, það ekki verið að fresta því ef að þá kannski kvöldinu áður þá auglýst, hérna við ætlum að gefa nudd á morgun og allir sem sjá fram á að komast á morgun geta skráð sig og svo einhver dregin út. Já. Og mætir þá bara í nudd daginn eftir. Mætir þá bara í nudd þennan dag og það ekkert eitthvað verið að hliðra til, herði, að ég kemst ekki næð. Ef þú skráir þig, þá þarft að nýta þetta. Já. Ef þú skráir þig og kemst ekki og veist og kemst ekki, þá þú bara eigingjarn og þetta taka upplifun frá öðrum. Já. Og það verður þú bara eiga við sjálfa þig. Já, einmitt. Þannig að þetta snýst það að fólk grípi gæsina. Já, bara í því bara að leyfa öðrum og þú sérð fram á að þú kemst ekki til dæmis að tónleika eða þess að þú kemst ekki vera skráði, ekki taka frá öðrum sem að komast. Nei, já. Af því að þetta líka það, þá ekkert eins margir í pottinum, þá meiri líkur fyrir að þú komist. Já. Af því það þú veist, þetta til dæmis eins og ef við tölum nuddið, það til dæmis að einu degi klukkan 2 degi til, þú veist, það ekkert allir sem komast. Nei. Þannig ekki vera skráði ef þú kemst ekki. Nei. Þannig að þá eru færri sem skrá sig. Og það bara einnig, þá meiri líkur fyrir að þú komist ef þú ert að skrá þig. Já, auðvitað. En það engar, hvað fólk getur bara líkað við þessa Facebook síðu, kærleiksstaðatalið á Facebook og svo fylgist það bara með og sér að það alltaf þá kvöldinu áður. 15. desember kemur fyrsta gjöfin inn og alltaf svona, alltaf kvöldinu en svo hún gefin sko deginum eftir, á þeim degi. Á þeim degi. Þetta frá 16. desember fram til 24. desember. Já, og fólk það tilkynnt hver fær hana og fólk nýtir hana samdægur. Já, akkurat. Þá skil ég þetta alveg rétt. Það yndislegt. Já, mjög oft erfitt með að koma í orðum það sem ég að meina. Nei, ég held að þetta sé bara mjög þetta bara non-profit, þetta engin gróði, engin að græða. Nei. Ég að gefa mína vinna því ég egnaðist tíma í COVID. Já. Og þá ég að gefa fólki mína vinnu bara í því að geta gefa kærleika. Ég búin að vera að vinna í þessu lengi í því að fá þessar gjafir og allt þetta og þetta snýst bara að gefa. Já. Það snýst að þú fáir að upplifa og ég kalli þetta sömu kannski fyrst að svo ég líta þú þarft ekki að þakka neinu fyrir nema lífinu ef þú færð þess að gjöf, af því lífið bara komið með þetta til þín, skilju. Og þetta snýst ekki að einhver þurfi þakkir, nei, bara lífið að færa þetta núna, þú hefur gott að slökun, það jólin, njóttu, upplifðu, hamingjan hérna. Já, þetta æðislegt. Já. Ég bara hlakka til að fylgjast með kærleiksdagatalinu blómstra á Facebook og ég hlakka ekki síður til að fylgjast með uppistandsferlinum og ég ætla sko sannarlega að koma og græna hattinn 9. des, vona bara að það gangi eftir og þá síðar ef að COVID kemur eitthvað. Það mun verða. Það verður og ég ætla að mæta þegar það kemur og ég hlakka mikið til. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu saman og bara gangi ótrúlega vel. Takk hérlega fyrir mig.